Velkomin í þáttinn Trú og líf. Trú og líf. Trú og líf. Greinilega fjórði þátturinn sem við erum að taka í dag. Trú og líf. Já. Herru, hvað heitir þú? Ég heiti Svava María, en þú? Ég heiti Gunnar Ingi. Wow. Gaman að kynna þér. Rosalega falleg kona. Herru. Myndirðu trúa því að ég er þín? Já, ég er mjög þakklátur fyrir það. Herru, við erum komin hér og bara takka einlega fyrir spurningarnar sem þau eru að senda inn og sérstaklega þeir sem eru nýkomin til trúar og eru svona að pæla í, þú veist, maður reynir ofta að pæla í, ok, hvað var ég að hugsa þegar ég var nýkomin til trúar? Hvað var ég að glíma við? Hvaða spurningar var ég með? Og þannig að takk bara fyrir að senda inn spurningarnar. Og ef þú vilt senda spurningarnar getur það að vera trúolíf.is og það er þetta að fylla út. Ég verður bara að gleyma nefna það. Eða senda okkur á Facebook eða Instagram. Kemur það ekki fram í auglýsingunum með? Jú, það kemur fram í auglýsingunum. Það er rétt. Svona hugsu við bara stundum fattum ekki hvað við erum búin að hugsa við fyrir. Við erum svo gáðið. Við vorum svo gáðið. En hver er spurningin í dag? Spurningin í dag, hvernig kemst þetta trúar? Hvernig kemst þetta trúar og hvar á ég að byrja? Já, þannig að spurningin kom inn, hvernig frelsast ég, hvernig kem ég til trúar, hvar byrja ég? Þannig að það var góð pæling. Mér finnst áhugavert að við vorum ekki búin að taka þetta fyrir í neinu þætti. Já, heimitt. Við erum búin að gera svolítið marga þætti. Hvernig kemst þið trúar? Er það ekki bara Rómverjabréfið eða fyrst? Jú, Rómverjabréfið. Hvað er þetta að byrja á 3. kafla eða 10. kafla? Er ekki 3. kafla sem þú játar? Nei, það er 10. kafla. Er það 10. kafla? En kannski byrja á 3. kafla. Rómverjabréfið 3. kafla er gott út af því að við köllum trúna okkar fagnaðarerindið og það er oft kannski talað fagnaðarerindið án þess að pæla í af hverju þarf ég á fagnaðarerindið að halda og ég hef oft líkt þessu við svona ímyndaði lækni sem er að hlaupa á eftir þeim með hníf og segja, komdu, leið mér að skera þig í staðan fyrir að heita lækni sem útskýrir fyrir þér, hei, þú ert með sjúkdóm sem mun drepa þig, ég get læknað þig, það þarf að skera þig upp, þetta er svolítið drastíst en það mun lækna þig, viltu leiða mér að opna þig. Þannig að það er ofta sem að við segjum, hei, komdu til Jesú Krist, fáðu frelsi, fáðu fyrirgefningu og við útskýrum ekki frelsi frá hverju eða fyrirgefningu frá hverju. Veist, ég er ekkert að slæma manneskja með við aðra í kringum mig, veist, hvað er málið. Þannig að það er kannski gott að byrja á Rómarbréfinu 3. kafla. Já, ég nefnilega tók mig alveg þó nokkuð langan tíma held ég bara svona að, þú veist, sko, mér finnst ég að svona eitthvað neginn kannski taka því að ekki alveg skilja svona af hverju þú veist, ég veit ekki hvort að fólk verður að hugsa bara allir Svava sér kristin en svona ég strögglaði við svona að hugsa nákvæmlega bara svona já, var ég bara það svona syndug þú veist svona það var ég alltaf mjög strögglaði er ég það syndug og ég bara, Guð þurfti bara að deyja þú veist skilur hvað, af hverju þú veist, ég meina, mér finnst ég ekkert að vera það slæm skilur það var svona helst að hugsa og ég held að það sé bara út af menningin sem við búum í er svolítið þannig þú veist, eins og ég nefnt hana tilraunina mína við að kalla fólk það sem það hefur actually gert þú veist, það eru flestir margir, kannski eins og ég sem hafa stólið að einhverju tíma á æðu sinni en þú lappar ekkert og kalla þig sem þjófur þú bara stalst einu sinni eða eitthvað svona en það er ekkert, þú veist en þú ert raunverulega þjófur, það er þjófur einhver sem eru stólið en við svona einhvern veginn svona, nei, ég er ekki það skilur, ég stel bara stundum eða þú veist, flest allir hafa logið eða allir hafa bara logið þannig að þú kallaði ekkert lygari þú ert bara einhver sem lygur stundum en hvað er sá sem lygur stundum það er lygari og þannig að það er svona í menningun okkar allri að segja, hei, þú ert bara mögnuð þú þarf bara sjálfhjálpardæmi þú þarf bara að fatta hvað þú ert geggjaður og basically slæmifréttinar er að þú ert frekar ömuleg manneskja Nei, tjók en hana ég bara, nú er ég komið þar ég bara, ég er ömuleg nei, það koma góða fréttir sko. Nei, hana, en þú veist það sem að ég held að vandamál okkar sé er að við erum að miða okkur við aðra í haustum á okkur sem að við horfum kannski niður á þeir eru verður en ég er ekki jafn góður og hérna þessi sem er fyrir ofan mig eitthvað sem þú horfir upp til eða eitthvað svoleiðis en hana, ég er allavega ekki það slæmur sko. Ég er ekki Hitler, Pol Pot eða Stalin Já, það er alltaf sem maður fer alltaf í meira svona samanburð heldur en af svona kannski að íhuga hvaða þunga bera mínar gjörðir þú veist
og hvað er synd í rauninni, þú veist, þegar ég fer á móti því sem Guð skapaði mig Biblan talar að laun syndarinnar eru dauði, svolítið drastíst en synd er það sem aðskilur mig frá Guði, Guð er uppspretta lífsins þannig að ef ég ætla að fara syndavegin þá mun ég fjarlægast uppsprettu lífsins og dauði mun taka yfir og í rauninni synd, þegar ég gef mig í að syndga, þá er ég í rauninni að reyna að taka Guð á hástóli sínum og segja ég veit betur en þú hvað hamingjan liggur ég veit betur hvað er rétt og hvað er ránt ég ætla að fara minn veg og þetta er ekki bara svona þetta er slap in the face gagnvart Guði sem að heldur við lífiðinu og er fullkominn og vandamálið er að þegar við stöndum fyrir framan hann einn daginn þá er hann ekki að miða mig við Hitler eða Stalin eða Pol Pot eða eitthvað hræðilega mannesku sem þú ert með í huga heldur er hann að horfa á sig og hann er fullkominn og þig og segja átt þú skilið og koma og vera með mér eilíf og þar eru slæmi fréttinar þar er engin von og ennþá vera er að Jesús og Guð er réttlátur Guð hann mun dæma illsku þannig að hvernig á ég að komast inn til himna ef ég get ekki gert mig fullkominn aftur og hann þarf að dæma það illa sem ég hef gert og þar er aðal vandamálið og þar kemur Rómarbréf 3 inn í viltu kannski lesa það fyrir okkur? Ég held að ég sé búin að skrifa niður ja, 3:22 til 28 Það er réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér er enginn greinamunur. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og það réttlátast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu var í sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umbyrðalindi sínu umborið hinnar áður dríguðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Hver er þá rósunin? Hún er útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við álektum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Ég elska karakterinn svo að Páll er í þínum huga. En hann, já, þannig er hann beislega sanda, hei, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Við erum öll á sama levelu þar. Það skiptir ekki máli hver staðin er í samfélaginu, hvort hátsettur eða láttsettur í þínum huga, hvað sem er, allir á sama stað. Við erum syndu, Guð er fullkominn, við þurfum á frelsara að halda. Og hvernig getur Guð fyrirgefið okkur en samt verið réttlátur? Hann tekur á sig hold í Jesú Kristi. Hann tekur á sig launsyndarinnar sem er dauði og tekur á sig bölvunsyndarinnar og hann tekur á sig, allt það sem við erum búin að vinna okkur inn og segir, ég ætla að dæma syndina, ég er réttlátur, ég þarf að dæma syndina, en ég ætla að gefa ykkur fyrirgefningu og kærleika minn í Jesú Kristi. Og ef þú tekur við þeirri gjöf að vera friðþeginn af því sem hann hefur gert, að þá getur þú, þegar þú stendur fyrir framan Guð, ekki benda á sjálfa þig og hvað þú ert búin að gera. Það segir hann að réttast af lögmálsverka? Nei. En þá bendur á Jesú Krist og segir hann er búin að greiða veginn. Þannig að það er það sem trúin snýst um. Já, og þannig að Biblían er að ýta undir, þú veist, bara svona að þú veist, jú, þú fær fyrirgefningu í Jesú Kristi en þú þarft að skilja, þú veist, af hverju fyrirgefning. Já. En það ekki. Þannig að þessna er hún að stönglast á réttlætinu. Þú veist að þú þarft að vera réttlátur þá til þess að geta verið hjá Guði, það sem þú segja. Þú veist, það er Guð mun dæma, en spurningin fyrir hvern og einn sem hefur heyrt Jesú Krist er hann búinn að dæma Jesú í þinn stað eða mun hann dæma þig? Og ef að þú ákveður að taka ekki við honum og hans gjöf og hans náð og hans kærleika í Jesú Kristi, þá mun hann veita þér það sem þú ákveður og gefa þér eilíf aðskilin frá honum sem er helviti. Og það er það sem Biblían talar um, þú veist að hann mun ekki neyða þig þess að taka við gjöfinni sem í Jesú Kristi. Mér sem áhugað hérna stendur, ég har lest á ensku að þetta er ég var bara að googla, þú veist, what is forgiveness? Og það segir hérna, psychologists generally define forgiveness as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness.
Og líka fyrirkenning kemur alltaf með kostnaði. Ef að börnin okkar brjóti eitthvað á heimilinu okkar og við fyrirgefum þeim, þá lagar það ekki sem er brotið. Það bara við sem segjum, hey, ég ætla að taka á mig kostnaðin við að laga það eða kaupa eitthvað nýtt til þess að endur reisa það sem var. Og þegar Jesús kemur og segir fyrirgefningin er í mér, þá er hann ekki að segja, hey, það er ekki lengur dæmt syndina, heldur segir hann, ég skal taka á mig kostnaðin. Ég skal koma í þinn stað. Ég held að það sé kannski svona góð útskýring kannski, finnst þér það ekki mútið leiðrétt með það er ekki Gunnar, að nei að því að segja að þú veist að sem fannst mjög gott sér, þú veist að þó þú fyrirgefir þá lægir það ekki lagar það ekki það sem að er brotið, skilur og ég held að þú veist, mér finnst það svolítið svona góð útskýringa og þú veist bara þegar við erum að velta fyrir okkur þú veist af hverju Guð bara af hverju hann tekur ekki bara í burtu skilur þjáninguna sem við höfum lent í eða skilur þú veist að af hverju hann bara svona lætur ekki bara allt vera allt í lagi skilur og ég held að einmitt kannski veit ég alveg af hverju það hefur verið saman sem verki á þarna en þú veist að þetta að þú veist við erum að reyna að eignast réttlætið í Kristi þannig að við getum verið með Guða eilífu og hann er með okkur fáum að upplifa rauninni ágróðan af því náttúrulega er að hann er með okkur hérna núna þá líka skilur og styrkir okkur til þess að ganga samt í gegnum erfileika áframhaldandi þannig að þó að hann sé búin að fyrirgefa okkur þá lagar það ekki það sem er brotið og það er heimurinn þú veist, þannig að þú þarft því miður að upplifa ennþá áhrifin af föllnum heimi en rauninni bara að það sem er búið að breytast er að núna ertu með Guð sem hefur sigrað heiminn og þannig að það þýðir að þú getur risið hærra heldur en kringumstæðunar og að eilíft líf er þitt núna ekki bara þá, heldur eilíft líf fyrir þig byrjar hérna frá þú ert og það er eitt sem kannski þarf að tala um og það er, þú veist, spurningin er hvernig frelsast ég, hvernig kemst ég til trúar það er það sem er Rómarbréfið 10 var ég búin að skrifa það eksternum 10, 9 til 10 eitthvað svo les já, hérna, vilt þú lesa það sem Páll? Já Hvað segir það svo? Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjartaðinu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, mundu hólpin verða. Með hjartanu er trúið til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Amen, Páll. Takk fyrir þetta, Páll. Já, bara... en þannig er basically þannig að segja, hey, ef þú játar með munniðinu með Jesús er drottinn og drottinn er eitthvað orð sem við notum ekkert í daglegum samræðum en drottinn er sá sem drottnar yfir, sá sem á þig, sá sem stjórnar ferðinni og þannig að hluti af því að koma til trúar er að iðrast, að snúa sér frá því að lifa eins og ég var að lifa og segja, hey, mér langar ekki að forðast uppsprettu lífsins lengur, ég ætla að snúa mig til hans, ég ætla að gefa mér honum á vald og segja, Guð, hvað vilt þú gera í mínu lífi? Þannig að í rauninni þarf að passa sig á því að halda að trúin sé bara eitthvað sem gerist í hugaðinum, eitthvað sannleikur sem þú samþykkir eða eitthvað svoleiðis, heldur líka að muna að þetta snýst hvað ætla ég að gera. Já. Og það er Jesús segir, hey, ef þú vilt vera kristinn, eins og hann segir í Matteus og Krispjalli, þá segir hann hérna bara örsnögt, þá mælti Jesú að lærisveinana sína, hver sem vil fylgja mér, hann afneiti sjálfum sér, hann er iðrunin, hann taki upp krossinn og hann fylgir mér, því að hver sem vil bjarga lífi sínum mun týna því og hver sem týnir lífi sínum mín vegna mun finna það, hvað stóða það mannin að eignast allan heiminn og fyrirgefa sálu sinni, eða hvað gæti maðurinn látið til endurgjalds fyrir sálu sína. En hann er að segja, hvað er það að vera kristinn? Það er ekki að vera skráður á blaði hjá þjóðskrá eða mæti kirkju, það er að segja ég ætla að fylgja Jesú Kristi. Þannig að þetta færist frá hugræna yfir í hendur. Já, hvað er tíminn? Við þurfum að taka pásu. Ok, ég ætla svo að fara inn að því ég var mér svo gaman að fara inn í sjá svona þýðingar á orðum. Já. Þannig að ég ætla að fara næst í annað réttlæti. Ok. Herðu, allavega, ég er með lag fyrir ykkur, kæru hlustendur. Það heitir I Set My Hope on Jesus með The Worship Initiative. Herðu, mér langaði bara að segja hans frá því að við hjá Lofstofunni Baptistakirkju erum með samkomur á sunnudöfum klukkan 11. Samkomunar eru á ensku
við erum með staðsett í Fagraþingi 2A og svo eru við líka með heimahópa yfir vikuna en þú getur svo bara fengið ítalara upplýsingar um það þegar þú mætir og kíkir í kaffi hjá okkur. Sjáumst. Herru, mér langar líka að taka það fram að Trú og líf komið með heimasíðu, þess að trúolíf.is, það sem við ætlum að láta þessa þætti, en líka meira af kennsluefni sem tengist ýmsum atriðum sem tengist Biblíunni og við vonum að það sé þér til uppbyggingar, en svo erum við líka hægt og rólega að fara að bæta inn greinum og meira efni í framtíðinni sem við vonast til þess að hjálpi þér að vaksa í trú og von og kærleika. Og þannig að ef þú vilt kíkja á það, þá er það trúolíf.is. Velkomin, þú ert að hlusta á þáttinn Trú og líf með Gunnar Inga og Svövu Maríu. Það er heiður og ánægja að vera með ykkur hér í dag. Við erum að tala um hvernig maður kemst til trúar og hvar maður á að byrja. Ég var að segja við Gunnar Inga að hérna, mér finnst það svo gaman að svona googla sko, hvernig inn á netinu svona þýðingu á orði og ég googlaði righteousness. Viltu heyra hvað er? Já. Það segir morally correct behavior or a feeling that you are behaving in a morally correct way. Já. Þannig að þú veist, ég fór bara að hugsa þú veist, siðferðislega þá rétt hegðun vantilega. Þú upplifar þig sem siðferðislega réttan. Já, í rauninni, eða þú veist, þarna er það kannski að vera að pæla í enska orðinu, en réttlæti þegar það kemur að Biblíunni er eiginlega, ef við mann rétt, þá er þetta orð sem að lýsir sakleysi í dómi, eða svo gagnvart dómi í lagana. Já, en það er samtalið, þú veist, að því ég bara pæli í, þú veist, þetta er bara svona vantilega út frá kannski heimsins, svona, þú veist, siðferðislega rétt hegðun, skilur við, en málega er að, þú veist, erum við ekki svolítið bara svona þú veist, okkar hugsunum siðferðislega rétta hegðun er samkvæmt okkur sjálfum skilur við þú veist, þannig að þú fattar þau, þú veist þetta þú getur aldrei verið alveg siðferðislega rétt, þú veist, og það gæti með að við hérna í frá að það er verið að siðferðislega réttur en ég er búin að klúðra allir hingað til, þannig að ég get ekki verið siðferðislega réttur en þú veist, þú ert hættur að vera siðferðislega réttur ef þú gerir eitthvað rátt, skilur þú veist, þannig að og það held ég að sem margir misskilja við trúna er að þú veist þegar kemur að réttlæti Guðs að þá er hann að segja það sem Páll Póstill talar við í Kristi það er að segja að þegar ég stend fyrir framan Guðs þá tekur hann eins og með Adam og Evu þegar þau fattu að þau voru nakin og byrjaði að finna skömmi við því að vera nakin að þá gaf hann þeim skinn til þess að hylja þau og það er í rauninni ákveðin mynd upp á hvað Jesús myndi gera og það er hvað gerðist hana, það er engin dauði búin að eiga sér stað, heimurinn er fullkominn og þegar þau syndga að þá kemur allt í einu Guð, fórnar hana dýri sem er saklaust til þess að hylja skömm þeirra og þegar Páll Póstuli segir við erum í Kristi þá er þessi ímyndum að skömm okkar er hulin og þegar við stöndum fyrir framan Guð þá sér hann réttlæti í Jesú Krist en ekki allt það ranga sem við höfum gert og svo þú veist þannig að þegar þú kemur í trúna þá er það gefið þér í Kristi svo byrjar helgunaferlið það er að segja hann lofar í Rómarbréfinu 8 til dæmis að hann muni móta okkur og mynda okkur til þess að líta út eins og Jesú og það eru margir sem halda að ég er ekki réttlátur nema ég sé nógu góður en réttlæti er það sem þú fær fyrir fórn Jesú Krist þegar þú leggur trúðín og traust á að hann sé fórn í þinn stað og drottinn þinn svo byrjar hann í náðsinni að segja ég ætla að taka við þér eins og þú ert en ég elska þig of mikið til að leyfa þér að vera hana og ég ætla að byrja að móta þig þannig að þú líkist mér meir og meir og það er ekki bundið við réttlætið og hvar þú stendur gagnvart dómi Guðs og þannig að þá ertu en líka í siðferði þú veist bara svona að vera siðferðislega réttur þú veist það getur náttúrulega bara verið breytilegt eftir hvað bara, ég veit ekki eftir bara hvað, ég veit ekki, eitthvað lög í landinu breytast og segja bara að þetta er rétt eða eitthvað, þú veist, og þá bara er allt í einu siðferðislega rétt að dæmi bara að sanga þessu eða eitthvað, þú veist eða ekki, þú veist, það er bara mjög breytilegt og það er það sem margir segja að þú veist, eða þú ert kannski ekki kristinn og þú segir, ok, siðferðið er bara gefið að lögunum í landinu en svo horfir á mannkins söguna og fattar að einu sinni var löglegt að fara að stela öðrum manneskjum
færa þau frá Afríku til Bandaríkjanna og þú átti þau bara sem eign. einmitt. Einu sinni var löglegt að drepa fólk fyrir það eitt að bara, þetta var bara eignin þín og þú gerir bara við eignina þín eins og þú vilt, bara eins og eðilega bíliðin eða hvað sem skilur. Já, einmitt. Og einu sinni var það löglegt fyrir nasistana að drepa fylgta gyðingum í gassstyrtunum og annað eins. Þú veist, þannig að ef þú ætlar að halda í það að þú veist, siðferði er bara eitthvað sem ákveðið að hverju samfélagi fyrir sig, að þá ertu ekki með þá veist, þá er ekkert það er engin tilgangur til þess að dæma nasistana fyrir að gera það sem þeir geru. Jável þó þú vitir að það er rangt, þú veist. En það er út af því að Guð hefur sagt að þetta er rangt. Þú veist, ef þú ætlar að segja bara samfélagi ákveða fyrir sig, að þá getur ekki dæmt neinn fyrir mannáti eða hvað sem skilur. Og líka bara þá getur hvert samfélag bara raunir bara farið eins langt eins og það vill, skilur. Eða þú veist bara eins og Rómaveldinu, þegar kristnir voru þekktir fyrir það að bjarga börnum, oft stelpubörnum sem voru bara skilin úti í svona barnaburði. Þegar foreldrarnir vildu þau ekki, þá var bara látið annarkvort rándýrin eða kuldan drepa þau og kristnir tóku þau að sér. Og það var bara leiðilegt hverju þú að dæma mig, þetta er bara það sem samfélag segir að ég megi gera. Og þannig að svona, þannig að það er ýmislegt úrskeiðis þegar að fólk byrjar að ákveða að ég er Guð og ég ákveð hvað er rétt og hvað er rátt, í hverju mér finnst. En þetta er saga trúarinnar að Jesús, þú veist, við gátum ekki nálgast hann en hann kom til okkar. Við gátum ekki unnið okkur til himna, hann kom til okkar. Amen. Og svo er það, hvað svo? Eftir að koma til trúar? Já. Ég lýður þess að ég sé alltaf að segja sama dæmi, sko. Já, þannig að það er bara, ég meina, þú veist, þessna, þú veist, segjum við bara, fagnarindið er einfalt. Já. Þú veist, þetta er nú ekki það flókið. Fara að lesa, biðja og fara í kirkju. Já, þetta er ekki það flókið. Kirkju sem trúir. Svona boðin, en svo ferðu ég að lifa það og þá svona, wow. Já. En en já, það er alltaf, hvað svo? Findu kirkju, findu samfélag, pluggaði þar inn. Fara að vaksa. Og það er rótrúarinnar er líka bara ídöndur þetta einu sinni annarkur, réttlæti á einn bóin og helgun hinum megin, rótrúarinnar verið réttlátt fyrir trú í Jesú Kristi og það eru margir, sérstaklega á Íslandi sem hafa þessu hugmyndum kristna trú að hún snúist aðalega að vera siðferðislegur svona, vertu góðu krakki sem deilir leikfengunum sínum með öðrum krökkum. Já, eins og þetta bara, þetta er siðferði sem kallar þið herra heldur en en í rauninni það sem Biblan segir er ekki að og Guði langar í eitthvað konar hegðunarbreytingu, hún langar í hjartansbreytingu og út frá því byrjar hegðunin þín að breytast og hvað þú elskar byrjar að breytast og fyrir mig allavega, þegar ég kom til trúar þá voru sumar syndir sem bara hurfu strax og aðra syndir sem voru eins og Hebreabréfið 12 talar svona viðloðandi synd sem þú þurftur að berjast við alveg lengi og en eitt sem ég tók eftir var að ég byrjaði allt í einu að hafa andstyggð á því sem ég elskaði að gera einu sinni. Þú veist, út af að ég vissi að þetta sendi Jesú til að deyja fyrir mig á krossinum og mér langar ekki að daðra við þá synd sem að sendi frelsara minn til að deyja fyrir mig. Mér langar að líkjast honum meira og mér langaði meira í lífinu heldur en bara tímabunna nöytt, veist. Og það sem Jakobsbréfið annar kafli talar þú veist, ávöxtur andans, veist, það er ávöxtur, ekki rótrúarinnar er Jesú, réttlæting fyrir hans verk og hann er drottinn og svo er ávöxtur andans gleði og langlindi og kærleikur og allt það. Jakobsbréfið 2 talar að trúin án verka er dauð út af því að það augljóslega kemur í ljós þegar að við komum í kynni við Guð alheimsins að eitthvað breytist. Hann kemur ekki bara inn og segir bara hei, Svava, þú stóðst bara nokkuð vel áður en ég kom, þannig að bara halda áfram að gera það sem varst að gera og ég verð bara hérna út í honni eitthvað, hann kemur og hann breytir þér og hann og það er það sem að er svo ótrúlega fallegt og ég myndi bara segja fyndu samfélag með öðrum út af því að það er einn af tilgangur kirkjunar er að hjálpa öðrum á göngunum í Jesú. Kirkjan er sett upp þannig að fólk á að vera að hjálpa þér hvernig ætlar að afneita þér og fylgja Jesú þú þarft að fatta hvað Jesús kendi þannig að lesa Bibluna hérna vera á bæn og líka bara Guð, þú veist það er rauninni venn ein sem sagt hvað maður segja
hvernig vend Guðs lítur út ekki bara endilega að hann sé, þú veist, með skiluru engla hersveiti sínar og svona, þú veist, vakandi yfir, heldur það líka kirkja Krists, þú veist, þannig að þegar þú stígur inn í samfélag þar sem að þú ert hluti af þeim hópa fólki að þá það svona þitt, á ensku það þitt covering eða þín vend, þú veist, þegar þú ert veikur, þú veist, að þá ertu með vend og þú ert umvafinn þeim sem að eru í kringu þig sem að þekkja þig best og hafa actual bara svona stórt og mikið vægi til að tala inn í líf þitt, þú veist, að því að það heldur ekkert bara það væri bara óslega skrítið sem að ég væri bara eitthvað og svo myndi ég bara, þú veist, ég veit ekki, hitta eitthvað alltarinn í kirkju, eitthvað förnu vegi og ég bara eitthvað, hann að tala um eitthvað, ég bara, já, þú átt ekki verið að gera þetta, skilur, þá væri hann bara, heyrðu, hver þú, þú veist, og akkur skilur, þú veist, heldur en eitthvað þar sem að hann í einhverju kirkju og hann búin að, þú veist, þekkja fólk þar mjög vel og þau eru bara eitthvað, já, veistu, Jón, bara, ég ekki alveg viss þetta eitthvað, og þá er hann bara, já, veistu, það rétt. Og þú veist að fólki þig og þetta ekki bara eitthvað svona haha, ég sá hann að hann rántur í sér þetta fólk sem elskar mig, það hefur sýnt mér hingað til, sér hluti sem ég sé ekki það hefur gengið með Guði, búin að fá reynslu og ég get kannski lært að þeirra mistökum eða þeirra sögum eða hvað sem og hann að sýna þér hvernig trúin færist frá hugaðinum niður í hjartaðitt yfir í henduðinnar og hann að, já, þú veist Mattheusarguðspjall 28 hann að Kristibóðskipunin, það sem að Jesús tala við lærisveina sína og segir allt vald mér gefið á himni og jörðu, farið því og gjörið allar þjóður að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur. Þannig að segir hann ekki, kennið þeim bara allt það sem ég hef kent ykkur, kennið þeim að halda allt það sem ég hef kent ykkur. Það er að segja, hvernig á að lifa í ljósi þess. Og til þess þá þarftu meira en bara eitthvað svona, kannski vídeo á YouTube eða Spotify eða hlusta á lindinni eða hvað sem þú þarft eitthvað til þess að sína þér hvernig, þetta svona þú veist, hvað heitir þessi kennsla, svona verknám þetta svona þannig, þú veist þú getur lesið fullt, þú veist, þú getur tekið bílprófið á blaði og svo þarft að keyra til þess að kunna þú veist, til þess að sjá hvort þú getur þetta og það eitthvað að kenna þér og þetta svona þannig, þetta svona verknám þetta ekki hugrænt einungis þó þú þurfur að vita sannleik Guðs það þarf að umturna hjartaðinu og það þarf að undirbúa henduðinnar fyrir það sem að lífið hefur upp á að bjóða. Amen. Og hann já, ég bara hvet þig til þess að finna kirkju þar sem að fólk elskar Guð, elskar Jesú Krist upplýst af heilugum anda og bara vill gera Jesú dýrlegan á Íslandi og segja bara, hei, getið þið sýnt mér hvernig ég á að gera þetta og það getur örugglega kennt þér, hvernig átt að byrja að lesa Biblíuna ég myndi byrja á Nýja testamentinu ef ég væri þú, kannski Jóhannesarguðspjalli en það fólk í kirkjunum sem að myndi elska að heyra frá einhverjum hei, getur bara sýnt mig hvernig ég á að gera þetta bara já, ég er með fullt af mistökum please ekki gera þau og ég hef gert eitthvað rétt þannig að please gera það og þannig að bara takk fyrir að hlustandi góður vonum að þetta hafi verið þér til upprunnar og ég ætla að skilja ykkur við eftir með lag hérna frá Elevation Rhythm og það heitir Praises. Ligg ekki að laga ræktina by the way, ef þú ert að hlusta. Já, og bara